Ok, það komið óskalag og það Rangur maður. B-mollinn okkar, þessi yndislegi hljómur, þvergrip sem allir elska. Þetta auðvelt. Þetta bara A-mollgrip, ekki satt? Með kabói, næstu í kabói. A-mollgripið, en við þurfum að nota þennan. Það reynir svolítið á, við þurfum að klípa vel á móti. En áslátturinn skiptir líka máli. Allan tíman, all lagið, sami hljómagangur. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, G-dúr, D-dúr, 2, 3, 4, A-dúr, 2, 3, 4. Og það í rauninni svona þumalputtaregla með öll lög sem að byrja að læra. Að slá alltaf bara niður í róluheitunum, finna taktinn í laginu. Ekkert vera að hugsa svo mikið ásláttinn fyrir þeir eru komið með hljómaganginn. En leið og þau eru komið með ásláttinn, þá getið þið farið að hugsa að nota gítarnögl. Eða bara nota þumalinn eða vísifingur. En ef þau eru komið með gítarnögl, þá svolítið gaman að stundum tekið A-dúr svona. Þannig að þið skulið hugsa líka að hreyfingin sé ekkert of stór ef við erum að spila 1, 2, 3, 4. Að vera ekkert endilega að spila yfir alla strengina. Ágætis æfing líka núna að ekki halda puttunum niðri, heldur hafa þá svona bara rétt á strengjunum til að fá þetta. Þetta svolítið góður taktur í laginu. 1, 2, 3 og 4 og 1. Þannig að niðurslagið alltaf 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. En uppslagið og 1, 2, 3 og 4 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 og bæta því við. Svo svolítið gaman að spila hér. Þannig að við erum með fjórða band á D-streng sem fjórði strengurinn okkar. 1, 2, 3, 4. Deo, deo, ekki satt? Svo má líka stilla gítarana. Ég rangur maður á röngum tíma. Ágætt að byrja alltaf muni, slá bara beint niður. Svo þegar ykkur líður betur með rytma, þá getum við farið í þetta. Ég sleppi líka oft puttunum. Þegar ég er búinn að slá hljóminn, þá sleppi ég hljómnum. Sleppi puttunum af gítarnum. Þannig að við séum ekki endilega á þetta að hljóma nema að séu þeimum fleiri að syngja með okkur. Þannig að gangi ykkur vel með þetta, kommenti, komið með spurningar og fleiri óskalög. Gangi ykkur vel.